Verður því neitað að prestar og kirkjunamenn séu í miklu sambandi við fólkið í landinu? Eru þeir í miklu sambandi við fátæktina? Jú, þeir hola okkur ofan í jörðina þegar við deyjum. Þeir skýra börnin þegar þau fæðast og eftir það, þeir ferma. En eru þeir mikið í samskiptum við þjóðina sína þess á milli? Eru þetta láglaunamenn? Eru þetta fátækimenn? Er mikið að prestum sem er við fátækt? Er biskupinn fátækur? Hvaða laun hefur Karl Sigurbjörnsson biskup? Hinna svokölluðu þjóðkirkju, sem í predikun sinni á páskadag sagði: Íslendingar lifa vonda tíma agaleysis, virðingaleysis, vantraus og tortryggni. En það er auðvelt að missa móðin, segir biskupinn, auðvelt að láta neikvæðina taka yfir sál sína, auðvelt að leita sökudólga á benda á aðra, firra sig ábyrgð, flýja í skjól kæruleysis og kaldhæðni. Ég hefði nú, ef ég ekki veit að þetta væri frá Karli Sigurbjörnssyni biskupi, þá ég tala að þetta væri Hannes Hólmsteinn Gissurarson að verja frjálshyggjustefnuna. Mér finnst þetta einna helst líkjast því. Áfram heldur Karl Sigurbjörnsson segir: við þörfnumst trúar á lífið, trúar á framtíð þess, trúar á möguleika okkar til að leysa aðsteðjandi vanda. Mér er sagt að þessi maður sé 1.000.000 króna maður í launum, jafnvel meira. Ég er alveg klár á því að hann trúar á lífið og trúar á framtíðina og trúar á möguleika sína til að leysa aðsteðjandi vanda. Já, það má vera mikill vandi sem steðjar að til að 1.000.000 króna menninni geti ekki leyst hann. Áfram heldur biskup í ræðu sinni á páskadag og segir: hafa Íslandingar nokkuð tíman haft eins góð tækifæri til að vinna sig upp úr vanda og nú? Bara ef við bærum gæfu til að taka höndum saman í kærleika, trú og von. Segir 1.000.000 króna maðurinn sem er borgaður af ríkinu og ríkiskassanum, sem borgar öryrkjónum 150.000 krónur á mánuði til þess að lifa af, en biskupnum 1.000.000 og hann tekur við því, eins og gráður úlfur, og safnar í sjóði, alveg klárlega. Og predikar í musterum, en Jesús predikaði undir berum himni og mettaði fólkið og var meðal fólksins undir berum himni. En auðvitað þar kirkjan hafa musteri, milljarða mustur undir sig. Áfram heldur biskup og segir: við megum ekki við því öllu lengur að sitja föst í vantrausti og tortryggni. Til þess þurfum við að leggja okkur öll fram í agaðri samræðu af sanngirni og virðingu fyrir náunganum. Reyndar er agaleysið og virðingaleysið okkar mesta böl og ein helsta orsök ófara okkar er agaleysi og virðingaleysi sem allt og víða má sjá merkjum. Hann er að tala um okkur. Hann er að tala um ykkur fátækt fólk og hann er að leggja ykkur að jöfnu við sjálfan sig. Hann fer í ræðustól og segir: við þurfum að leggja okkur öll fram í agaðri samræðu af sanngirni og virðingu fyrir náunganum. Er einhver ástæð til að bera virðingu fyrir bankaþjófunum? Er einhver ástæð til að bera virðingu fyrir kvótagreifum sem stálu fiskinu með sjónum og vilja nú helst eignast hann aldur og ævi? Er einhver ástæð til að bera virðingu fyrir því að þegar kona fátæk húsmóði þeir í verslun og segi: ég ætla að fá 1 kíló af fiski, þá er það alltaf 300 krónur sem fari í vasa sægreifans sem leigir fiskinn einhverjum sem náði í hann og liggur upp í rúmi. Er einhver ástæð til að bera virðingu fyrir því? Erum við að sína agaleysi sem mótmælið þessum helvíts skepnum og skrimslum sem að lifa hérna í þjóðfélaginu? Reiði er í eðli sínu, segir biskupinn, varnar háttur hins varnarlausa, ráðþrota og vonlausa. Vissulega. Ég býst ekki við því að biskupinn sé vonlaus eða ráðþrota eða varnarlaus með sín laun. Ég held að þetta skamma sín sem að standa í musterum hátíðstögum og predika yfir fólki með þessum hætti. Ég ætla bara að segja það hér og nú. Ég kannaði það hvort að prestastéttin hefði einhvern veginn stigið fæti inn í Fjölskylduhjálp Íslands til þess að vera þar meðal fólksins og dreifa þar mat eins og sjálfboðaliðar gera. Bláfátæki sjálfboðaliðar standa þar og hjálpa öðru fátæku fólki. Það var aðeins einu sinni stigið prestur þar inn.
Hann hét sér að Hjálmar Jónsson árið 2003 þegar hann beðin að blessa starfið og húsin sem þá var að hefja starfsemi og búið að vera síðan í 8 ár. Hvar eru prestarnir? Eru þeir á meðal hinna fátæku? Eru þeir í fjölskylduhjálp Íslands að skamta mat handa fólkinu sem kemur með poka og grátböðinu mat á ekkert í sig á? Nei, þeir eru ekki þar. Þeir liggja kannski upp í rúmi og að telja peninga. Eins og Karl Sigurbjörnsson biskup Þjóðkirkjunnar sem hefur milljón á mánuði að gera. Akkur hefur hann ekki komið og verið á meðal fátækra? Eins og Jesús Kristur gerði þegar hann var að metta og hjálpa fólki og leggja Guðs orð til fólks. Hann var að meðal fátækra. Það hneyksli að kirkjuna menn skul ekki eiga sína fulltrúa til að hjálpa til í fátækastarfinu. Á meðan fjölskylduhjálpar og annara sem eru að sinna fátækum. Þeir sinna ekki fátækum nema með svona bulli eins og Karl Sigurbjörnsson gerði á páskadag. Talar agað samfélag og sanngirni og virðingu fyrir náunganum. Það vissulega svolítið til í því, góðir hlustundur Útvarpið Sögu. Það hefur ekki mikla þýðingu að hafa rannsóknar nefnd í gangi í 5 til 10 ár við að rannsaka hrunið og hverjir ollu því og hvaða menn bröddu alvarlega af sér. Þeir verða settir inn í umvörpum þegar að því kemur eftir einhver ár ef tekst að sakfalla þá. Það gerir ekkert annað, kostar bara meiri peninga. Ég hefði nú lagt að dela menn að skoða sannleiks og sáttanemndina og kannski ég að tala eins og Karl biskup. En ég ekki biskup. Ég ekki með milljónu laun á mánuði. Ég ekki á ríkispinnanum eins og hann og prestar og kirkjan En sannleiks og sáttanemnd, hvað var ég við með því? Væri það betra fyrir þjóðfélagið að gefa öllum þessum mönnum upp sakir sem eru sikir gegn því að þeir færi alla fjármunina heim sem þeir eru búin að komið á landi, hverju einustu krónu? Væri það kannski það sem ættum að skoða, að máli verið rannsaka áfram, enginn verið dæmdur, nema þeir sem að neita að skila fjármunum sem þeir stálu, því þeir stálu þessi menn, en ef þeir komið fjármunina, þá mun það hjálpa strax samfélaginu upp á við, en ef við dæmum þá í fangelsi til margra ára, þá mun það ekkert færa okkur nokkuð skapaðan hlut nema það að við sjáum þau og fara inn, og kannski verður það meiri ægi sem presturinn að biðja á hinnum sem eftirkoma. Það virðist nú ekki verið í dag að maður sjái það að það sé mikill ægi í dag á því heimili. Og svo ávarpar hann í kirkjunni sennilega flest af fátæku fólki. Og til áminninga fyrir biskup Íslands og prestastéttin á Íslandi, þá vil ég segja við þá að það áætlað öryggjabandalagi gefur út áætlun að alltaf 100 Íslendinga svelti á árinu, heilu hungri. Og formaður öryggjabandalagsins segist óttast afdrif fjölmarga öryggja og segir að 100 einstaklingar hreint og beint svelti hér á landu nú stundir sökum þess að viðkomandi trissir ekki biðraðir eftir matagjöfum. Þá séu enn aðri sem lifi eingöngu á mat og góðvildi vina og ættingja. Þetta gerist á sama tíma Karl Sigurbjörnsson og þú hirðir milljón út úr ríkissjóði. Því að það ekki hægt að bæta kjör þeirra sem lakast standa nema taka af þeim sem bestir standa. Þeir sem eru hæstir í steganum, þeir verða að lækka launin sín. Karl Sigurbjörnsson lækkaði launin 300.000 og taktu 700 eða jafnvel 600. Þú átt ekki að lifa sómasamlega af því. Þú hefur haft það gott í gegnum tíðina og lagt til hliðar. Skiliði aftur einhverja því fé sem kirkjan fær frá ríkinu til að hægt sé að metta fólkið. Farið ekki í kirkjur á hátíðsdögum og farið að messa yfir fólkinu. Bláfátæku fólki sem á ekki í svo á og þið eru að messa yfir því og tala aga og þið eru að tala að það að sína aga og virðingu fyrir náunganum og mannlega reisn og það að hafa trú og mögulegan á því að leysa aðsteðjandi vanda. Hvers konar bull þetta? Svo ég noti nú orð sem stendur í íslenskri orðabók og íslenskt mál. Hverslas helvítis bull þetta? Að fólk sem búið að missa heimili sitt gjaldþrota, hjónin hafa skilið í átökum sem urðu þetta gjaldþrot, fólk sem kannski gerði ekkert af sér annað en að vinna og þræla og trúa og treysta á stjórnmálastéttina.
að tala að það eigi bara að taka og leysa aðsteðandi vanda. Það ekki hægt að leysa hann er óleysanlegur. Vegna þess að fólkinu eru skömmtu laun undir framfærslu. Það gert á sama tíma og biskupinn tekur 1 milljón á mánuði, þá fólki með undir framfærslu. Það sem var gefin út skýrsla á dögunum, það sem var sagt hvað maður þyrfti til að geta framfært sér. Svo kallu framfærslu upphæð. Á sama tíma, góðir hlustendur, og við Íslendingar tölum Egyptaland, þar sem að hirðin þar, yfirstéttin, aðalsstéttin, byggði hallir í kringu sig og flott hús, og í Túnis og í Jemen, þar sem að þeir byggðu undir sig hallir út allt og áttu sumarbústaði sem voru líka hallir í landinu, þá höfum við Íslendingar hneykslast á því að sjá myndir af höllum þessara manna. Og í þessum löndum ríkti algjör fátækt og erfiðleikar og fólk hafði ekki í svo á. Gerði uppreist það mannfalla hverjum degi 20 manna, 100 manna jafnvel. Og við segjum, hvað á það að þýða í þessum löndum að brauðfæði ekki fólki sitt, byggja hallir og aftur og eyða öllum peningunum í hallir og vopn en brauðfæði ekki fólki sitt. En höfum við efnaði að segja þetta? Lítum okkur aðeins nær. Sjáum hrunið sem var á Íslandi 2008. Hvað gerði Íslendinga þá? Hvað gerði íslenska höfuborgin okkar með Jón Gnarr nú síður í broddi fylkingar og hirðin í kringum hann? Og þeir sem voru völd þar áður en að hann komst til valda, hvað gerðu þeir? Jú, þeir héldu áfram að byggja höll á meðan fólki gekk með poka og baðu mat, meðan öryrkjar hreinlega svelta. Þetta viðurkennt og vita að það eru 1000 manna í svelti síðustu vikuna fyrir hver mánaðamót og jafnvel meira. Hvað gerðu Íslandingar þá? Hvað gerðu höfuborgin sem ber ákveðna skyldur gagnvart borgurinn sínum? Það sem stendur einfallega félagsþjónustu sveitarfélaga, lög sem sett voru á Alþingi, sveitarfélagi ber skylda til þess að koma til aðstoðar þeim einstaklingum og fjölskyldum sem geta ekki vegna veikinda, atvinnuleysis eða annara aðsteðjandi vandamála sér farborðaði fyrir húsnæði, þá ber sveitarfélaginu að sjá því fólki farborða og hjálpa því. Hvað gerði sveitarfélagið? Var það að taka á þessu máli og sjá þetta mál? Nei, þeir byggðu Hörpu. Þeir létu fjölskyldihjálp Íslands hafa einhverja 2 til 3 milljónir en tóku tilbaka og leið með hinni hendinni í húsalegu fyrir gamalt hús sem þeir eiga og langar helst til að rífa. Það var nú hjálpin hjá borginni og borgarfulltrúum bestaflokksins. Enda sagði Jón Gnarr skilmerkilega var heiðarlegu þar. Alls konar fyrir aumingja. En hann meinti náttúrulega réttilega þó hann segði það ekki þá, ekkert fyrir aumingja. Yfirstéttin og stjórnmálastéttin á landinu, hún breiðir yfirleitt úr sér. Kirkjan breiðir úr sér á hátíðsdögum og dalar. Ég heldur þetta að koma út á meðal fólksins og haga sér eins og Jesús Kristur gerði þegar hann var í fátækt sinni að predika Guðs orð yfir fólkinu. Og þurfti að gjalda fyrir það á endanum með lífi sínu. Hér fá þeir gjafir. Hér fá þeir gjafir frá ríkinu. Hér fá þeir launaumsliðin sín fulla peningum. Þeir þurfa ekki að hafa áhyggjur af einu en einu. Það séð fyrir þeim.